gestir. Það er dásamlegt að sjá þessa mætingu. Við erum alltaf að sprengja öll mörk. Mér skilst að 450 hafa verið skráð á þennan dag hér. Við höldum áfram. Hérna er ég með græna takkan. Ég ætla að gera þjóðargullið að umtalsefni, segja ykkur aðeins frá starfinu okkar og í raun og veru hefja leikinn hér í morgunsárið. Þetta er 7. ársfundur okkar. Opinbert hlutverk okkar er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs, auka lífsgæði í landinu. Ég var mjög glaður þegar að Alþingi setti lífsgæðaþáttinn inn í okkar hlutverk. Við höfum unnið mjög vel úr því, held ég. Við höfum að miðla þekkingu, veita stuðningsþjónustu og við höfum líka stunda alls kyns tæknirannsóknir sem er í sjálfu sér burðarásinn í starfi okkar að miklu leyti. Við heyrum undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Ég vil nota tækifærisstengum og þakka þínu ráðuneyti fyrir þann stuðning og ráðuneytisfólkinu sem er með okkur hér í salnum. Við eigum samskipti við 10.000 manns á ári hverju hér á landi og víðar og þetta er alls konar leiðsögn til nánast atvinnu- og viðskiptatækifæra. Við höfum 90 manna starfslið sem dreifist landið, sýnum ykkur meira það á eftir. Höfuðstöðvarnar okkar eru nú er borgin búin að kalla götuna Árleyni. Við erum ekkert að leynast neins staðar en Árleyni heitir hún og hún þetta er svona bandarískt heiti, 2 til 8. Þetta er orðið svo stórt um sig. 8 starfsstöðvar á landinu, þriðjungurinn okkar er verkfræðingar en það er blandaður bakgrunnur fólks með hæfileika sem er talið styrkur í hundruðum verkefna. Afkoma ársins 2012, svo ég fari nú í þennan þáttinn, við veltum 1,3 milljörðum. Við fengum mikið af sértekjum í verkefnum frá Íslandi Brussel til jafnvel arabísku furstadæmanna. Óli Vallevík er aðal talsmaður þess og búinn að standa sig frábærlega í því. Ingólfur Þorbjörnsson búinn að standa sig frábærlega í þessari sköffun til þess að byggja meiri og meiri þekkingu okkar. Framlag ríkissjóðs sem ég þakka fyrir 500 milljónir. Rekstrarafkomu hjá okkur er svona í kringum núllið, búinn að vera það í gegnum alla kreppuna. Og ég segi ykkur að ársskýrsla liggur hér frammi á fundinum og heimasíða okkar fer yfir þetta betur. Nú það segi ég í bili. Verkefni okkar er auðvitað það mjög mikilvægt að ígrunda vel og rannsaka möguleika áður en ráðist er í stofnun og rekstur fyrirtækis. Og við þurfum að auka áherslu á gæði bygging á híbýla. Þetta er nú gamli RB-arfurinn okkar sem við reynum að vakta mjög vel, bæði ramminn sjálfur og svo innivist þessara híbýla. Við þurfum að auka mikilvægi umhverfisvöktunar og ég geti haldið áfram og áfram og áfram. Það er í sjálfu sér ekkert mannlegt okkur óviðkomandi á Nýsköpunarmiðstöð. Þetta er nýsköpunarfesti landsins. Hún hefur ákveðið ankeri á Akureyri, elsta dæmið okkar. Hún fer frá Ísafirði gegnum Sauðárkrók, Húsavík, Egilsstaði, Hornafjörð og Vestmannaeyjar og með okkur í salnum er fólk frá þessum stöðvum sem hefur staðið sig feiknarlega vel á liðnu ári sem endranær. En sérstakar áskoranir, kæru gestir, 2013 eru að byggja upp á Íslandi og halda áfram að byggja upp siðvistarumhverfið, það sé að siðfræði og vistfræði heldur hönd í hönd. Við viljum keyra græna hagkerfið áfram. Við viljum meiri tengingu við framhalds- og háskólana í gegnum FabLab, Fabrication Laboratory, sem við heyrum meira hérna á eftir. Við viljum fá meiri nýsköpun í opinberan rekstur. Við viljum minna rafmagn til húshitunar. Við viljum malbik eilífðar, kallum við það núna, styrkja það og menn kom ekki aldrullugir úr hringferð. Og við viljum líka setja upp stríð á hendur myglu í húsum. Við viljum vistvænni veiðarfæri. Við erum að vinna fyrir vestan að ljósveiðum, mjög skemmtilegt verkefni. Við viljum efla þessa klasa jarðhita í sjávarútvegi, í ferðaþjónustu, í leikjaiðnaði og fleiri skapandi greinum. Við leggjum mikla áherslu á skapandi greinar og ráðherra okkar hefur mælt mjög með því. Við viljum setja íslenska læknisfræði sem er mjög flott frá vísindalegu sjónarmiði. Við viljum setja hann í glös og tölvukubba og ég orða það nú svona tákrænt. Við viljum hafa enn meiri virðisaukningu í hlutum sem við framleiðum úr áli. Og við viljum þjóðargull sem menn hlusta á, upplifi í kvikmyndum eða á ferðalagi. Við höfum sett upp frumkvöðlasetur og þetta var svona mesta og sterkasta viðbragð okkar í kreppunni. Við fæddust bara inn í kreppuna.
og það var ekkert annað en að dauða að drepast. Og þá sjáum við þarna alveg röð frumkvöðlasetra sem við höfum sett upp í tímanna rás. Það nýjasta hjá okkur er samvinna við íslenska sjávarklasann niður á Granda og það má segja að þarna séu 100 einstaklinga og jafnvel 100 fyrirtæki sem að tengjast þessu. Og þið sjáu það ekkert er táknrænna heldur en bara útungunarkassinn þetta ágæta starf. Þetta er Fabrication-ævintýrið, FabLab-ævintýrið, upprunnið í Boston. Ég ætla ekki að fara meira út í það núna því að það eru 2 ágæti fulltrúar FabLab vinnunar okkar hér á staðnum og þið heyri meira það hér á eftir. Hvað gerum við þegar við rísum úr viðjum fjármálakreppu? Á hverju skal hyggja, að hverju skal hyggja, á hverju skal byggja? Við auðvitað veltum fyrir okkur hvað þjóðargulli liggur. Liggur það ekki í menningarauðlindunum okkar? Liggur það til dæmis í Flateyjarbók sem táknrænni mynd þarna? Liggur það í kvikmynd eins og frábæri kvikmynd Baltasars? Liggur það í beinu gulli arfleifðar menningarinnar? Já, sannarlega. Það liggur líka í efnislegum auðlindum, vatni, fossunum okkar, olíunni, hugsanlega, út í hafi. Við skulum fara vel með þá auðlind. Við skulum nota hana sem efnafræði auðlind en ekki að brenna hana. Ég held að Mendeleev hafi sagt fyrir 100 ára að vitlaust sem menn gera við olíu er að brenna hana. Það er svo að brenna peninga. Það er fiskurinn okkar, það er jarðhitinn okkar. Miklar auðlindir sem okkar eru gefnar og við auðvitað skynjum sem Íslendingar. Í heiminum hafa verið grafin úr jörð, og nú er ég að tala táknrænt svolítið, 171.000 tonn af gulli. Á hverju ári bætast við 2700 tonn og helmingur af þessu fer í skartgripi, 40% í fjárfestingar, 10% í liðnaðarnota. Þéttleiki gullsins þarf að vera svona 1-3 grömm í tonni af gullgrýti til að borgi sig. Ein af fréttunum hjá mér í dag er það að við höfum verið að endurskoða gögn gull í jörð á Íslandi. Pressan þjóðstartaði þessu bæði í gærkvöld og morgun. En við eigum fyrirtæki sem heita Malmís og Melmi. Við eigum það með Atþingja Húsavík, við eigum það með Ísor og við eigum það með breskum aðilum sem hafa verið okkur ráðgefandi. Við eigum meirihlutann. Íslenska basaltið inniheldur að jafnaði gull í hlutföllum eins og 1 gramm á tonn af bergi eða svo og er ekki talið vinnanlegt þannig. En ég færi ykkur þær fréttir í sjálfu sér. Hérna í salnum á baku okkur, ef þið skoðið vegginn hérna hinum megin, þá er búið að setja upp svolítið skemmtilegt svona eins og safn af kjörnum, af borkjörnum úr Þormóðsdal, hér í nágranna okkar. Í þessu safni sem við erum að skoða nána núna, sem er í einhvers staðar djúpt úr nágrenni Esjunnar þarna, það er að segja eiginlega Stardals eldstöðinni, segir Ari Trausti mér, að þarna eru komin kannski 400 grömm af gulli í hvert tonn, það sem best er. Sýnin eru djúpt í jörðu, þau ganga alveg niður á 100 metra þessi borkjarnar og er aðeins aðgengilegt auðvitað með borun. Ég hef beðið að koma í veg fyrir það að menn færi sunnudagsbíltúr í næstu helgi að ná í gull upp í Mosfellsbæ. Þetta er gullkort á Íslandi sem er verið að gefa út núna í vísindagrein frá hópnum og sjáu þið hvað víða er ég ætla að segja ykkur aðeins frá bakgrunni málsins eins og ég, eðlisfræðingurinn, get skynjað það. Vatnið, sjóðandi jarðhitavatnið, lendir á sömu stöðum í þeirri stöðu að geta skilið út gull í sinni ferð jarðveginn. Og það besta sem fundist til þessa er þetta Þormóðsdals projekt, sjáðu þið, niðri með stjörnunni þarna rétt hjá Reykjavík. Og eins er ótrúlegt að sjá við Reykjanesvirkjun hvað mikið gull skila sér úr vatninu, heita vatninu, og situr inn í pípum og öðru slíku. En þið sjáuð að jafnaði eru þetta svona frekar lággildi, en þó áhugavert að skoða betur. Núna ætla ég að biðja hann að sýningarmanninn uppi að sýna ykkur
Það nefnilega ekki allt gull sem glóir. Þarna á ferðinni mest, þið sjáið þarna dæmi glópagull. Og við skulum passa okkur ekki bara þarna, heldur í öllu lífinu að sækjast ekki eftir glópagulli. Hins vegar mjög áhugavert að hugsa sér að það skuli vera til í íslenskum jarðhitakerfum efni eins og þarna þetta kvart sem þið sjáið þarna sem gullgefandi. Smásjármynd og við eigum öll tæki og tól til að greina þetta. Lotukerfið, kæru vinir, og ég fæ nú að koma að lokum þessara spjalls hér. Lotukerfið þetta mikla kerfi Mendelefs og ég ætla að gefa gullinu athygli. Þetta gullið komið hringað. Sjáðu árum, bæði massinn neðst og svo aftur sætistalan. Þetta gullið. Massinn og sætistalan og árum. Ég hef sem boðskap þessa fundar að við eigum að líta á mannauðinn okkar sem gullið okkar. Það skemmtilegt. Takk fyrir það. Þetta mannauðurinn okkar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Það var af tæknilegum ástæðum ekki hægt að hafa forstjóra með, en það passar ágætlega. Þetta varð að vera square, sko. Og þetta nú mannauðurinn okkar. Mér langar til þess að þið með mér klappi fyrir þessum mannauði okkar. Hvað gerum við íslenskt gull? Við ætlum að kanna það nánar. Við ætlum að skoða mögulega umhverfislega vinnslu. Við ætlum að vinna það eða mæla með vinnslu ef það uppfyllir kröfur okkar umhverfisvernd í iðnaði. Það getur orðið erfitt. En það góða við þetta gull okkar íslenska að það inniheldur minna af málmum, þungmálmum og öðru sem vandamál víða erlendis og skapa þörf fyrir mikla notkun leysiefna. En ekki bara mikilvægari gullæðar í kringum okkar? Ekki græna gullið okkar mikilvægt? Ekki umhverfisvæna orkan okkar mikilvæg? Ekki öll umhverfisnálgun í iðnaði mikilvæg? Hún ekki gullæð? Ekki hreina loftið, jarðnæðið okkar, vatnið okkar gullæðar? Ekki vaxtarmöguleikar í ferðaþjónustu gullæð? Ekki skapandi greinar og svo framvegis fullvinnsla afurða? Það fullt af gullæðum í kringum okkur. Boðskapur sögunnar, kæru vinir, að þrátt fyrir allt gull heimsins, þá mannauðurinn sá sem gefur okkur besta vonir. Við eigum að efla menntun, menningu og listir, framhaldsnám á öllum sviðum. Það ljúft að eiga þessa von einhvern Klondike í nágrenni Reykjavíkur, en hið raunverulega gull býr í þjóðinni sjálfri. Þessi mannauður sem ég að boða hér í upphafi ársfundar og við tökum þetta hlutverk okkar alvarlega. Við viljum vinna að auknum lífsgæðum á Íslandi, þið sjáið dæmi hér á eftir. Við bjóðum einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum að vinna með þeim, að þróun og framkvæmd hugmynda. Við búum við mikilli sérþekkingu og við erum reiðubúin til samstarfs. Ég þakka ykkur innilega fyrir áheyrnina.